Góðan daginn. Við sjáumst ekki allir, jú. Svo fallegir við viljum að sjást allir. En við ætlum að kveikja einu kerti á. Við getum það. Við verðum að stríða okkur þessar byssur. Það gerði eldspýturnar aldrei. Það bara kveiknuðu það ekki. Eða voru blautar, þá reyndir þú einu minn ekkert að kveikja á eldspýtu. En ef það voru þurrar, var næsta vist að loginn logaði. Við erum stödd í biblíuþættinum okkar og hann er svona bara klassískur. Þú sér hérna fyrir fram mig og drapst það á sig. Eitthvað vesen hérna á. Kannski þurfum við að vera bara í því að kveikja kerti á. Og hvað gerum við það? Biblíuþátturinn okkar. Tímamældi biblíuþátturinn okkar 40 mínútur. Þannig að þú byrgir upp að kaffi eða vatni eða einhverju og svo horfur. Því þeir langar ósköpun öll til að fræðast aðeins meira orð Guðs. Ég sé það á þér. Þannig að við erum í góðum málum svo fremi sem að við erum á þeim stað. Sumir reyndar eru ekki þarna og hvar eru þeir? Ég veit það ekki. Þeir eru allavega ekki þar við orð Guðs en einhver staðar eru þeir að dunda og djópa. Því allir hafa nú svo sem einhverja starfsemi á höndum og það var nú ein gjöf drottins að gefa okkur starfsfúsar hendur og fætur sem menn reynda að nota misjafnlega öfluglega en ég held að sé enginn svo slappur að hann ger ekki neitt. Það er nú reynda sagt sumt fólk að hann ger ekki neitt. Ég held að það sé nú ekki rétt. Ég held að allir séu nú þeim veikleika getur að gera allavega eitthvað. Annað síðan hvað ég að meðtaka eða meðtaka ekki. Allavega þekki ég engan, þekki þú nokkra, sem gerir ekkert. Við látum ýmislegt okkur munn fara sem er kannski ekki alveg sanngjarnt og ekki rétt. En við viljum vera réttlátar manneskjur og eflustum í réttlæti eigin. Það er að segja þegar við sjáum gallan okkar, þá förum við nú að eflast í því. Og við erum með hérna sömu bók á báðar hendur, sem er alveg meistari í að kenna manni og öðrum, manni sem mér og þér, réttlæti. Ekki réttlæti manna, heldur réttlæti Guðs. Og það er réttlæti sem þú getur eiginlega skrifað með stórum staf, því að það ber stóran staf, eitt. Og sá maður sem að venst við orð Guðs, ég tala nú ekki lifir samkvæmt orði Guðs, hann hlýtur að vera til fyrirmyndar hvar sem hann er. Hann byggir upp í sér af sinni trú, það gerir þetta enginn nema á trú. Eitthvað sem hann vill að trúin sé að sýna. Og af hverju vill hann að trúin sýni? Vegna þess að hann elskar Jesú. Þess vegna vill hann að trúin sýni hann. Ekki sér sjálfan, heldur verk hans. Og drottinn hvetur okkur til þess að halda þessu við og hefur ýmis ráð til þess. Eitt ráð sem hann hefur er að þú lofar drottinn.
Það ákveðin kennsla falin í því sem mjög áhugaverð kennsla, því að þegar þú lofa Drottinn þá gerur það að þinni eigin sjálfsvilja ákvörðun. Það er ekki rétt hjá mér. Þú lofa Drottinn að þú vilt lofa Drottinn. Sumir gera það í votta viðurvist og þessi lofsöngur þinn, því að þetta alltaf að lofa Drottinn í raun lofsöngur, hvort þú syngir það eða talir það. Og þetta samt lofsöngur, hann hefur áhrif á aðra. Og þannig einnig með góðverkin þín, sem ég veit að eru mörg, að þau hafa áhrif á aðra. Allt þetta vegna þess að trúin að tala. Já, hún talar. Hún talar auðvitað í gegnum munn þinn og hún talar líka af verkunum þínum. Ég man ekki hvaða læris þetta var sem að sagði, ég skal sýna trúna mína af verkunum. Og þetta er stórmannlega mælt og ég er alveg 100% viss um það að þessi einstaklingur áttuðu til og fleiri en eitt. Það hvað með mig og þig. Eigum við trúarverk sem við getum bent á þess að segja eitt einasta orð. Já, við eigum það alveg örugglega til, þó að ég geti nú kannski ekkert bent á neitt hjá sjálfu mér sem ég finnst vera þar að á ég það alveg pottið til. Og okkur geti þá ekki leikið það. Það er ekkert kannski með hugan kannski svo mikið við þetta, en maður ætti kannski að vera það. Ég held að það sé bara trúar uppbyggjandi að vera með þetta líka uppi hjá sér, því að þetta er sannleikur. Að við höfum oft unnið trúarins góða verk. Að við höfum lagt grunn að þessu verki og grunnurinn er alltaf orð Guðs. Það er allur grunnur. Og trúin sem ég fekk að gjöf fyrir áratugum, hún togaði mig alltaf að orðinu. Eins og ég hef oft vitnað að áður en ég var trúaður, þá opnaði ég ekki einu sinni Biblíuna og hafði aldrei gert það. Allavega í næfi. Ég man eftir því, ég ætlaði nú einhvern að taka mig tæki. Ég eins og aðrir skólastrákar fekk Nýja testamentið að gjöf. Og ég ætlaði einu sinni að taka mig tæki og rífa mig svolítið upp á hárinu. Og sótti í Nýja testamentið mitt og ætlaði að lesa og byrjaði að lesa. Og ég lokaði strax aftur, þessu nefndi ég ekki enga veginn, því að þarna fannst mér ekkert vera neitt nema Jesú, eins og svona kom upp í huga minn. Þannig að þessari bók var lokað aftur og hún lagði ofan í smjörleikiskassan sem hún hafði verið geymd í árun saman og þar var hún í áratugi. Ég veit ekki hvort að þetta efni sé til ennþá, þessi kassi sé til ennþá, ég man ekki hvort ég var nú búinn að spyrjast fyrir það. Það er alveg aldrei að vita nema hann sé til, því að sum okkar eru nú nokkuð hirðusöm og passa vel upp á ýmislegt. Þannig að það kemur ekkert óvart að væri til einhver staðar, því að þessi kassi sem ég er að tala um, svo tengdist fjölskyldunni. Móðir okkar blessunin, Lilja Sigurðardóttir, hún var með svona regla á þessum hlutum. Í þessum kassa voru skýrnar, vottorðin og allt saman þetta og fleiri vottorð og þessi Nýja testamenti sem að fólkinu var gefið í skólanum þá 10 ára. Ég held að sé 12 ára í dag. Sjálfur var ég með löngu seinna í að gefa Nýja testamenti Gideon félagsins og fór í allavega einu sinni, kannski tvisvar í skólana með Gideon mönnum og var vitni að því þegar þeim var af, þau voru úthlutuð. Þannig að Gideon menn eru ennþá að gefa Gideon biblíur, litlu hverinn,
sem að krakkarnir fengu og svo les ekki frekar ég en þau fengu. Og sá sem gaf mann ég hvatti til þess að opna hana bókina og merkja sér hana. Og ég sá að krakkarnir gerðu það, merktu bókina og það eins og maður gerði sjálfur. Þannig að fyrirkomulagið hjá Gideon alveg bara mjög klassískt og venjubundið. En ég veit ekki hvort það búið að opna biblíusögurnar, biblíukennsluna, mér finnst það nú reyndar ótrúlegt, en ég bara fylgist ekkert svo mikið með þessu. En biblíukennsla mín hófst eftir að ég tók trú, 1989. Og ég hef oft vitnað það og var kannski búinn að segja það hér í þessu þætti að það rann strax upp fyrir mér að ég þyrfti að fá með biblíu. Maður sem aldrei leit í orð Guðs og hafði engan áhuga fyrir því, annars hefði ég gert það. En þarna kveiknar áhuginn og hann ennþá alveg á fullu því að trúin, hún hefur vaxið, ekki minnkað og ekki staðið í stað, heldur vaxið og enn að vaxa. Og af hverju? Nú að því ég vill það sjálfur. Það er ástæðan fyrir því. Ef ég vildi það ekki sjálfur þá væri engin trúávöxtur. Þannig að ég hef haft fyrir því, haft þessa vinnu á takteinum sem gerir þetta kleift. Og ég les, eins og ég segi oft, til að groppa mig, og svona bara hafa þetta á hreinu, á hverjum degi orði Guðs og hef gert þannig séð alveg síðan ég eignaðist Nýja testamenti sem var reyndar nokkrum mánuðum eftir að ég frelsaðist. Og ég las lengi vel þýðingar sem kom út á undan 86 eða 80 eitthvað útgáfunni. Þannig að ég þekki vel þá þýðingu. Las það í 2 ár eða 3 ár og svo fekk ég mér nýjustu útgáfuna og þá lagði ég hina til hliðar og las 80, útgáfuna sem kom út á undan 2007 útgáfunni og ég hnaut margt á milli þeirra þýðinga og fannst sumt vera betra og annað slakara, svona eigin áliti. En ég hef aldrei eignast nýjustu þýðinguna og eitthvað leitið í hana. Ég læt mig bara næja að ég að rugla maður, auðvitað á ég hana. Ég svo gleyminn. Maður þarf að fara hægt í sagnar, orðið. En ég afsaka mig nú með því, þeim einfalda hætta, ég nú hafnfirðingur. Og svo ég orðið 71 árs hafnfirðingur og ekki bætir það nú ástandið. Það gleymnina varðar. En Drottinn horfir ekki þetta, hann getur ennþá notað þennan kall. Vegna þess að trúin í honum hefur nú þrátt fyrir allt vaxið. Og það eðlilegt. Og vill hann það sjálfur að hún vaxi og heldur við vextinum með verkunum þannig séð. Það verk að taka fram orð Guðs og lesa. Það er gilt verk. Kristus segir verk, gilt verk, að það sé gilt verk frammi fyrir sér að trúa á Krist. Sem sagt, það er vinna að trúa á Krist. Verk og vinna fara saman. Þetta er orð Jesús sjálfs. Og þú þarft að hafa fyrir því að fræða þig Krist og svo ferð þú í trúboð á einu minn sem þú talar á hverjum degi, kannski ekki enn farin að gera, eða er annar mál. Og þú ferð í trúboð, alveg voða gaman maður. Og þetta er mjög gaman að gera þetta, en það getur verið mjög strembið að fara í svona trúboð.
Ég hef nú nokkur farið í allmörg reyndar á minni trúargöngum. Þetta er mjög strembið að gera þetta, ég bara segi það eins og það er. Þú ferð, við fórum nú yfirleitt alltaf út á land og við gengum göturnar fram og tilbaka og knúðum dyr á hverju húsi. Og svo komum við dauðþreyttir að kvöldi dag, eða ef við gerðum þetta á kvöldin, kannski 11 10-11 þá var alveg búnir. Þetta var óbóðslega gaman, við vorum ábyggilega glöðustu menn í öllum heiminum þegar við komum heim, þó við værið þreyttir. Þannig að það er vinna og verk að trúa á Jesú. Eigi trúin að fá að vaksa, eigi trúin að fá að þroskast eins og trúnni ber að gera, þá er þetta hefi vinna, minn kæri. Þetta er skemmtileg vinna. Þetta eru gleðiríkar stundir og mikill fögnuður. Dauðþreyttir menn heima, alveg í skýjunum. Alveg gekk sér upp á njám og gekk sér svo aftur upp á njám næsta kvöld. Og þá gæti bara túrin endaði, þannig voru kvöldin. Og við höfum komið heim, ríkalega þreytt öll. En kvörtuðum ekki þreytunni og mundum eftir gleðistundinni sem að þessu fylgdi. Það er gaman svona eftir á hyggja að hafa farið þetta. Ég er nú alveg hættur þessu núna og enn hef ég ásökun að ég er gablari og 71 árs gamall gablari. Þannig að þú sér að afsökuninni er alveg fullkomlega gild. Þetta er unga fólki maður. Sem þetta kalla eins og mig í trúboð. Þetta er unga fólki. Ef að gamli kallar eins og ég vilja, þá geta þær alveg farið með. Já, það getur vel verið að ég myndi þykja það ef mér stæði þetta til boða. Ég ætla ekkert að gefa út neitt svar núna með það. Ég hef ekki farið mjög lengi í neitt svona og ekki trúboð. Ég hef alltaf farið á mót og svona hingað og hingað. Ég er hvar en ekki í trúboð og það er eitt að fara á mót. Það sem maður bara þykkur í raun og veru og annar að fara í trúboð þar sem maður er gerandi. Og bara gerandi. Þetta er allt saman mjög eftirminnilegar stundir og maður mann eftir þeim eins og þessar ferðir hafi gerst í gær. Einu sinni fórum við strákarnir til Vestmannaeyja í nokkra daga. Og það var gaman að vera þar og hitta systkinni sín þar og þessi vinátta sem að þar var til, hún er ennþá bara alveg á fullu í gildi. Þeir muna eftir okkur af virðingunum og strákunum og við munum eftir þeim. En þetta er orðin all mörg ár síðan þetta var og þá vorum við þetta að rækta okkar trú og vinna með okkar trú út á við. Ger ég það ennþá? Ekki nema þessu leyti sem ég er að gera hér, já. Þannig að ég hef nú eitthvað við þetta ennþá. Þetta er alveg ágætis leið ef maður er orðið 71 árs gamall og auki í gablari, þá verður maður nú að skilja ýmislegt. Við getum gert gagn svo lengi bara sem við drögum andan og ég veit að Guð gefur mér það að gera þetta svo lengi sem ég dreg andan. Hann sagði við mig fyrir margt löngu, Konráð, afl þitt mun ekki rena fyrir allir dagar þínir eru taldir eitthvað í þeim dúr. Þetta er áratugi sem ég fékk þetta og ég tók það þannig, ennþá er sú staðan, að ég myndi halda góðri heilsu alla mín ævi og mér var bara mjög þakkláttur fyrir það og ég er ennþá mjög heilsugóð manneskja en orðin þetta raski. Var tala ekki mikið það nema að vera gablari og 71 árs. Hann lætur ýmislegt flakka sem er komin á þennan stað en það er allt í lagi.
honum allt fyrirgefið. Af því hann gaflari. Það mín reynsla af því að vera gaflari. Og honum allt fyrirgefið. Og hann sé í yfirbyrði hans. En þetta auðvitað grín. Og áður nú verður vondur. Það veit aldrei hvernig menn taka svona lögðu. Maður verður aðeins að draga úr hólinu. En það heimilt að ganta smávegis í grafalvarlegri biblíustund. Hann hefur leikum þetta nú svolítið fingur fram, eins og við reyndar höfum alltaf gert, við höfum alltaf leikið þetta mesta fingur fram og þannig farið af stað og lagt upp með þennan þátt og þessa þætti. Mér finnst ágætt. Svo við rautan það þá bara gerir maður það sem Guð vill. Ég hef alltaf tekið þann pól í hæðinni að bara gera þetta eins og hann vill. Auðvitað ég með fullt af hugmyndum en ég lagði allt plan niður þegar ég fór af stað með þetta og bara sagði að Drottinn, hvernig viltu gera þetta? Og þú sérð uppstillinguna, þetta bara vilji Guðs. Frá A til Ö. Og það sem ég er með hérna, þetta allt saman vilji Guðs. Hann ekkert vilja að þessu verði neitt breytt meira, en ef hann vill það, þá bara gerir hann það og ég til í það. Ekkert vegna þess að það sé eitthvað betra að breyta, en ef hann vill, bara gera það sem hann vill. Og við erum hérna í biblíustundin okkar og við erum búin að opna bókina og tölum ósköpun öll yfir henni áður við lítum ofan í hana til að lesa. En við erum líka menn sem erum alveg tilbúinir í ýmislegt og nú ætlum við að lesa. Við erum í Jesaja handritinu, 66 kapli 66. Ef við ekki bara lesa frá með 7. vers, eitthvað norður eftir. Heyr gnýin frá borginni, heyr óminn frá musterinu. Heyr Drottinn endurgeldu fjallmönnum sínum verk þeirra. Áður en kona fær hríðir hefur hún fætt. Áður en hún tekur jóðsótt hefur hún alið sveinbarn. Hver hefur heyrt annað þess? Hver séð nokkuð þessu líkt? Fæðist land á einum degi. Þjóð í einni andrá. Óðar en Síó fékk hríðir, fæddi hún syni sína. Opna ég móðurlíf án þess að barn fæðist? Eða læt ég fæðingu hefjast og hindra hana síðan, segir Guð þig. Hvað er að segja okkur? Það sem ég plana, það sem ég geri, verk sem ég lík við. Þannig þú hefur ekki upp á hann það að klaga að sjá eintóma hálfrekna nagla. Var ekki klárað. Eins og eflaust má finna í minni slóð. Og ég sé nú reyndar yfirleitt maðurinn sem kláraði það sem ég byrja á, en sumir gera það ekki. Þeir klára aldrei verkið alveg. En Drottinn ekki þeim megin og við vorum að lesa það áðan í orði Guðs. Hann ekki þar. Þetta líka hvatning til mín og þín að klára það sem við byrjuðum á. Og líka hvatning til mín og þín það að það sem við byrjuðum á, að það hafi þann endingatíma sem Drottinn vill að það hafi, eins og bara til dæmis með lítið verk eins og svona þátt sem við erum með hér. Að hann þarf að fá að vera og lifa eins lengi og Drottinn vill. Og Jesús stjórnaði þessu og stýri og hóf þetta verk. Höfðu ekki fengið neinn skilaboð þar að þetta er neitt að fara. Þannig ég held því áfram svo lengi sem að Drottinn vill og það skalt þú líka gera sem þjóna Drottni, leyfðu honum bara að ráða líftímanum á þessu. Þú hefur haft yndi að því að vinna í þágu Drottins og þetta yndi mun haldast ef þú heldur því áfram. En þú getur hætt sjálfkrafa. Eins og ég get hætt þessu í raun og veru hvernig sem ég vil.
En að því ég er Guðsmaður og heyri vilja Guðs, þá er ekki komið að því ennþá að hætta, og ég ætla ekki að hætta þessu neitt þegar Drottinn segir mér að stoppa þetta. Kannski gerir hann það, en eins og ég var að segja á þann, þá hefur það ekki gerst ennþá. Og ég hef alltaf haft trú fyrir því að þetta, að af þessu verki sé gagn. Meira gagn er kannski minna. Og meira auðvitað, því að orð Guðs vinnur alltaf aðeins meira. Heldur en kannski við ætlum, og svo fyrir utan það, þá veitum við ekki hvernig það vinnur, því að þetta verkar og vinnur í einstaklingi. Mér, og þú veist ekkert hvað Guð er að vinna í mér, frekar að ég veit hvað Guð er að vinna í þér. En það sem við getum gert, sameiginlega og samanjafnvel, er að við getum flett upp í orði Guðs og lesið upp úr orði Guðs og rætt orð Guðs, sem er mjög skemmtileg leið fyrir kristinn mann og eða kristið fólk að fara. Og mér sjálfum hefur alltaf fundist afskaplega biblíulega leið. Við sitjum saman og við lesum upp úr orði Guðs, myndum það orð Guðs, og svo bara töluðum við það sem að Drottinn gefur úr lestrinum hverjum og einum, og það er ekki einhver einn kennari bara sem veit allt, og ég er alveg hlynntur kennarann og hann þarf að vera, en það er líka allt í lagi að vera með eitthvað sem að gefur bara venjulega manninu færi á að lesa og svo tjá sig. Það er öllum gefið tjáningin ef hann vill það. Þú verður að vilja að Drottinn noti þig til þess að tjá það sem Drottinn er að segja þér við hópinn. Við lesum orð og svo stoppum við. Og þá kannski eru einhverjir í hópnum búnir að fá til sín einhvað atvikið og þeir skella því fram. Svo getur alveg farið svo að þú sem last, segjum það, fáir eitthvað þegar þú last eða á meðan að hinn er að tala. Og þú tjáir þau það á jafngildan hátt og hinir gerðu. Þú og þeir og þetta fólk talar á anda Guðs þegar það ræðir í þessum anda orðsins. Þannig að það eru yfirleitt bestu stundirnar og skemmtilegustu stundirnar sem að kristnir menn eiga saman, og þeir geta átt svona stundir bara þegar þeir vilja. Ég veit ekki hvernig menn gera þetta, svo getur vel verið að einhverjir hópar komið saman á hverjum kvöldi, segjum það, eða svona flest kvöld og þessara erinda. En menn gætu það alveg pottþétt ef þeir vildu það, en þeir verða þó að vilja það, og meira þeir verða þó að gera það. Það er eitt að vilja, það er annað að vilja og gera, sem er oft öllu strembnara mál. Á þetta allt saman er hægt að setjast og gera það sem þarf að gera, og við höfum svo góða reynslu af. Það er nú bara þannig með þetta orð Guðs að við sem að vitum hvað máli snýst, höfum leið rosalega gaman að því. Ég segi fyrir mína part að ég hef rosalega gaman að því, og ég hef aldrei heyrt einn einasta mann eða konu segja það á slíkum stundum, rosalega var þetta leiðilegt maður. Ég hef aldrei heyrt það. Þvert á móti hef ég heyrt hitt marga þetta, og nú rosalega gaman að þessum, að við erum að gera dóttar. Við segjum það, jú, gerum við dóttum, að svo kannski gerist ekkert meira við erum með 3 ár. Við erum svolítið svona menn, að því að einhvern veginn, við erum svolítið flækjufætur í huganum og hjartanum, að við erum alltaf að pæla eitthvað. Það er endalaust verið að pæla í þessu og hinu. Og svo náttúrulega gleymist besta stundin, að það var kvöldið þegar við komum saman til þess að lesa orð Guðs. Það kemst aldrei að. Ég bara, heyrðu, ég ætla að fara þangað maður, já, ég er að drjúga mig. Það er alltaf hægt að taka sér taki. Þess að þú þurfum að biðja svolítið fyrir þessu hjá hvoru öðru, og sjálf fyrir okkur sjálf.
Það er mikill drifkraftur í bæninu og þetta veistu náttúrulega jafnvel og ég. Og til að halda þessu allir saman lifandi og virku og fallugu, að þá lesum við, eins og ég segi oft, reglulega í orði Guðs. Þá náttúrulega kemur viskan smátt og smátt og guðleg viska inn og þú verður ennþá svona fróðari efnið þegar til að mynda þú ert í einhverjum hóp sem að þetta er umræðu efnið í raun og veru. Og þessar biblíulestundir eru í raun umræðu efnið orð Guðs og ekkert annað. Við lesum til að mynda þetta, við erum í Lúkasarguðspjalli núna, Nýja testamentinu. Nú var mikill fjöldi saman komin og menn komu til Jesú úr hverri borg af annarri. Þá sagði hann þessa dæmisögu. Sá maður gekk út að sá sæði sínu og þá var hann sáði féll sumt hjá götunni og var fótum troðið og fuglar himinsins átu það upp. Sumt féll á klöpp, það spratt en skrælnaði af því að það hafði ekki raka, sem það var vatn þess að þetta fari nú alltaf stað. Og sumt féll meðal þyrna og þyrnarnir spruttu einnig og kæfðu það. En sumt féll í góða jörð, óx upp og bar 100-faldan ávöxt. Að svo mæltu rópaði Jesús, hver sem eyra hefur, hann heyri. Nákvæmlega, heyri. Heyrðuð það sem ég var að lesa? Já, ég reikna með því. En hvaða skilning leggur á þennan lestur? Já, þú heyrður hann nú ekki svo vel og þú getur metið að ég er nú. En eitthvað skilning sem þetta hefur á þessu. Svo fyrir utan það að þá kannski kanntu þetta allt saman utanbókar. Það held ég sé bara mjög gott að kunna vers utanbókar. Ég kann nú reyndar mjög fá vers utanbókar, ég vildi að ég kynni fleiri vers utanbókar en ég kann nokkur. Og ég get sagt ykkur það, og staðfest það hér, að ég fer oft með þessi vers, kannski alveg bara aftur, svona þegar maður er komin á koddann og einhverjar skemmtilegar hugsanir koma upp sem að manni finnst eiginlega of skemmtilegar og vill losna við þar aftur. Og þá þylur maður alveg svoleiðis í röð ritningavers aftur og viti menn, hitt hefur vikið. Þannig að við höfum leiðirnar, ef við verðum auðvitað að nota þetta leiðir, ef við viljum fara þær, við ráðum eins og það er alveg hvort við förum það eða ekki, en ef við viljum fara þær, þá verðum við líka að nota þessar leiðir. Og við vorum áðan að fletta upp í orðið Guðs, að við verum að hvetja menn til þess að nota þessa leið orðsins. Ef við viljum ekki nota þegar við erum alltaf pæl í að fara að nota þetta, þá verður ekkert gagn að því, en undir eins og þú ferð af stað, þá líka gerist eitthvað. Því orð Guðs er þannig vaxið að það gefur alltaf einhvern ávöxt. Þú sér kannski engan ávöxt, kannski segi ég, en ég held þú reyndar þú sjáir ávöxt, en ávöxturinn kemur það úr orði Guðs. Þess vegna hvetjum við menn stöðu til þess að vera í orðinu, þyggja orðið, lesa orðið. Þegar þú lest orðið, þá ertu í raun að vera að þyggja orðið úr hendi lifandi Guðs. Hann er orðið og þetta er alltaf ein orð sem að Jesú hefur sagt, já, og þau eru þarna í orði Guðs, Biblíunni. En þér á sjálfsvald sett að nota þetta eða nota það ekki. Og svona þáttur, hann er hérna til þess að hvetja þig til þess að nota það sem Drottinn er með, vegna þess að það er það besta sem getur gerst fyrir þig. Það er aldrei næst besta, það er aldrei þriðja besta,
Það er alltaf það besta sem getur gerst til þig, það er að opna bókina og lesa og stúdera, ég tala nú ekki það, þetta orð. Þetta kemur allt saman af því að þú fékkst að gjöf heilagan anda og trúna með heilugum anda sem að hvetur þig alltaf til þess að gera þessi verk. En þú getur auðvitað þverskallast við. En stundum lætur undan og þú ferð að gera þessi verk og uppsker þessa gleði að því að vinna verki. Það er ennbla svo merkilegt þegar þú ert að gera eitthvað í Jesú nafni, það er þessi gleði sem kemur. Og ég veit að þú þekkir hana og ég veit að þú elskar hana og ég veit að þú færð hann í hvert skipti sem þú vinnur eitthvað á akri Guðs. Merkilegt, ómerkilegt, ég veit ekki hvort það sé til eitthvað sem heitir ómerkilegt, einhver vinna á akri Guðs, en ég veit að þetta gefur allt manni og konu sem fást til gleði. Jafnvel þó þú farir út með hundsaus og þú nennir þessu engan veginn og farir samt, þá veit ég að þú kemur tilbaka glöð manneskja. Já, fulla gleði. Og drottinn er nú góður Guð og hann væri alveg viss með að því þú þurftir að berjast við þetta og nennir þessu engan veginn og gera þetta samt, hann væri alveg viss með að bæta ofan á gleðina bara vegna þess að þú fórst í reiptog við sjálfan sjálfsagt verk sem Guð hafði boðið og þú vissir að Guð var að tala. Þetta er maðurinn og við sjáum að hann er ekki Guð. Guð hvetur stöðugt mig og þig og okkur til að gera hans verk og hans vilja vegna þess að þetta gefur svo mikið tilbaka. Margfalt á við það kannski framlagið sjálft frá þér. Og þetta er eitthvað líka sem þú getur lifað á bara lengi. En þó ekki ævin á enda því að þú þarft að halda þessu öllu sem mann við með því að lesa stöðulega. Og þetta er hvatning til þess að lesa alveg stöðulega. Ég sé myndafilm er aðeins skökk hjá mér, höfumöndar og þannig. Þannig að orðið þetta sést ekki, ég sé það náttúrulega sjálfur. En þú veist að orðið er hér. Þannig að þú verður alveg sallar rólegur. En það er svona, þessi þáttur er númer hvað? 143. Hann er búinn að vera nokkuð lengi. 143 vikur, hvað er það mörg ár? Veit það ekki. 3. Já, 3 eða meira. Og hinir þættirnir eru töluvert eldri, þeir sé ekki 10 ára, 15 ára, 12 ára, maður það ekki. En allt gengur þetta áfram vegna þess að það er vilji Guðs að þetta gangi áfram eins og við hér höfum alltaf verið að tjá okkur að Drottinn tjaldar ekki til einnar nætur. Það er ég búinn að sjá. Og það get ég staðfest og það staðfesta þessi verk sem hér hafa verið unnin og það er náttúrulega staðfestir best og gleggst kirkjan sjálf sem stofnuð var fyrir 2000 árum. Og hún er enn jafn fersk og falleg og hún hefur alltaf verið. Fulla lífi, fulla kærleika lifandi Guðs sem við lesum í orði Guðs og þú mætir enn þetta í dag sem það sem orðið segir. Hann hefur ekkert breytt sér. Orðið talar með þeim hætti að hann hafi ekkert breytt sér. Hann vil líka byggja upp í þér og mér staðfestu til þess að allavega þetta breytist ekki, heldur vaxi þörfin á að vinna meira og betur með orðið. Orðið er alltaf tilbúið til þess að fræða þig. En þú þarft að vera þá manneskjan sem að vill láta fræða þig. Þú ræður ferðinni algjörlega þar sjálfur og sjálf. Og það verður aldrei gripið fram í fyrir hendurnar á þér hvað þetta varðar í eitt einasta skipti því að þú munt alltaf segja ég valdi sjálfur og sjálf að gera þetta verk. Og það var nú. Það er komið tími og við segjum þetta gott og ekki sést Biblían ennþá, þannig að ég þarf að gera þetta aðeins betur næst og gera það betur næst. Jesú nafni. Verið sæl.